Hérna hjá mig situr Ragnhildur Þórðardóttir, klíniskur heilsusálfræðingur og þjálfari með meira. Hún fer undir nafninu Ragga Nagli, eins og margir þekkja. Segðu mér Ragga, hérna, mér langaði að spyrja þig. Hvernig finnst þér með öll þessi mataræði sem fólk að prófa að reyna að koma sér í form og svona? Það að prófa eitthvað paleo, það að prófa eitthvað keto og lágkolvetna lífstíl og hvað finnst þér svona þessar nálganir til þess að ná fram þessum árangri sem fólk vil ná? Já, Ertu með svona ákveðnar? Já, ég er mjög sterkar skoðanir á þessu og sko það er náttúrulega eitt í þessu, það er þessi nálgun að eitt hendi öllum og það er bara ekki þannig í mataræði. Við erum öll með mismunandi þarfir og þrár og langanir og það að ætla að smíða eitthvað eitt mataræði, taka það bara og klippa út úr nýjasta tímaritinu og ætla bara að fylgja því en veitu, hvaðan kem ég? Hvað er það sem að fær mig til að tikka? Ég þarf til dæmis að fá eitthvað salt. Sumir vilja meira eitthvað salt. Það er eitthvað þeirra veikleiki. Þannig maður þarf að vinna svolítið með sjálfan sig og það gerum við ekkert með því að fylgja bara einhverju ríki stefnu sem einhver gúrú út í heimi bjó til. Þessi nálgun það er alltaf eitthvað boð og bönn. Það er alltaf eitthvað þú mátt borða þetta, þú mátt ekki borða þetta. Þannig við erum, út frá sálfræðilegu hliðinni erum við alltaf að berjast einhvern veginn við það að borða ekki eitthvað. Þannig að við erum og þegar við borðum eitthvað af þessum bannlista sem að má ekki, þá fyllumst við þessari sektarkennd. Og það er hún sem er svo ömurleg ferðafélag í þessu öllu saman, að vera alltaf einhvern veginn þjökuð af einhverju sektarkennd og það að við séum einhvern veginn ekki að fylgja því sem á að vera að fylgja og við erum mislukkuð og þetta var enn einn mislukkuð tilraunin, þannig að við erum alltaf að uppfylla einhverju neikvæðum tilfinningum yfir einhverjum kúr sem var kannski algjörlega óraunhæfur til að byrja með því að hann hendaði okkur engan veginn. Þannig að það er svona þetta sálfræðilega í því að fylgja þessum kúrum sem angra mig líka mest og einhver ástæði fyrir því að fólk fer á kúra. Það er náttúrulega þessi samfélagslega pressa það að vera mjór og vera grannur því að það er bara búið að tengja granna líka við lífshamingjuna. Allir sem eru grannir í auglýsingum, þeir eru að láta bíla og hitt og þetta, þannig að við erum alltaf með þessa tengingu. Já, þannig að það er það sem þannig að brenglu líkamsýmynd, neikvætt álit á eigin líkama, það knýr okkur áfram til þess að fara í einhverja meðrun og kúra, þeir mislukkast, við erum með sektarkennd, við erum með neikvæðar tilfinningar, sektarkennd, eins og mín rannsókn sem ég gerði í mastersnáminu, þeir sem eru með hærri sektarkennd eftir að þeir borða eitthvað bannað, þeir eru líka með neikvæðar líkamsýmynd. Þannig að, og neikvæðar líkamsýmynd, hún rekur okkur út í meðrun. Þannig að við erum komin í vítaheim, þú veist. Við erum alltaf einhvern veginn að mistakast í einhverju sem er kannski bara algjörlega óraunhæfar kröfur. Þetta er bara hitaeiningar sem fólk þarf að spá í. Já, það er náttúrulega, hitaeiningar náttúrulega maður þarf líka að hugsa hvað eru gæði hitaeiningarna. Ég get náttúrulega borðað 3.000 hitaeiningar og borðað bara Oreo-keks og Coco Puffs. En hvaða næringar það gefa mér og þú veist, hvað eru vítamínin og steinefnin og allt það. En einmitt að setja svolítið saman sína fæðu, þú veist, já ok, ég ætla að velja bara, þú veist, hollan mat sem er bara að kannski, þú veist, bara með eitt inni allt svona svolítið hreina fæðu, en skilja líka rúm eftir fyrir einhver 10-20% þar sem þú fer bara og færðir eitthvað sveitt og er bara svona svolítið, þetta er bara svona sína samkennd með sjálfum sig. Ef ég fer út af brautinni, þá er það bara þannig, ég er bara mannlegur og ég bara hendi mér aftur inn á hana. Og það er svo nálgun, þið eru svona standa bara með sjálfum sér og vera bara svona að fyrirgefa sjálfum sér og það er svo nálgun sem að ég reyni alltaf að predika. Við erum bara mannleg, við hrössum öll, við stöndum bara upp, við höldum bara áfram og þetta gengur bara þótt hægt farið. Það er að komast út úr þessu hugafari, þetta þarf ekki alltaf að ég líka alltaf eftir 3 mánuði þá ætla ég að líta svona og svona út. Við erum alltaf með augun á takmarkinu en ekki á leiðinni þangað. Akkurat, maður að njóta ferðalagsins. Já. Það er ákveðið skemmtilega slíkt það. Já. Það er gaman að vera að þú strax komið þangað. Hvað svo? Já, hvað þá? Er að viðhalda? Já. Og svo þurfum við að skoða líka verðurðu ánægðari með lífið ef þú ert í þessari buxnastærð eða þessari kílótölu. Þarftu kannski ekki að skoða bara hvað
er það í þínu lífi sem gerir þig óánægða? Það er kannski ekkert endilega útlitið, kannski er það einhver önnur svið. Og það að vera allt í einu komin í einhverja brækur númer eitthvað X, það mun ekki bjarga því að þú sett óhamingjusamur í vinnunni eða í þú veist, vondu hjónabandi eða hvað það er. Þannig að þetta líka að skoða, það eru svo margir vinklar, það að vera að festa sig líka í einhverju fangelsi eða einhverju mataræði, það sem er bara, þú mátt bara borða þetta og þetta, það gerir okkur líka bara svona fixerur á það sem má ekki borða og það sem má borða, þetta er bara skert lífsgæði. Og hvað er það, þá fer allur dagurinn í það snúast það, hvenær á ég að borða, hvar má ég borða, hvað, þegar kemur kvíði fyrir því að fara inn í nýjar aðstæður, ég hef ekki stjórn hérna á því sem er í boði, hvað þá og hvað ég missi stjórnina og þetta snýst alltaf það, að hafa stjórn og það að ég er að fylgja þessu mataræði núna og ef ég borða það, þá er ég góður og þá er hef ég stjórnina. Þannig að við erum alltaf einhvern veginn að samsama okkur sem einhvern veginn móralskar verur við það hvernig við borðum. Já. En það er líka rannsóknir sýna það að við dæmum aðra út frá því hvernig þeir borða. Þegar við gerum rannsóknir til dæmis það sem að fólk fær texta kona, hún er ljósær, hún er 55 kíló, hún er 1,50 á hæð og hún er að borða hamborgara. Og þá dæmir fólk hana freka sem hún er löt og hún er svona og hinsegin. En ef hún er að borða salat, þá eignaðir henni miklu jákvæðir eiginleika. Sama manneskjan, en bara hvað hann borðar. Þannig við hugsum alltaf, því eru aðrir að dæma með á sama hátt. Þannig við erum alltaf að reyna að líta út á við betur. Maður er alltaf að spá í hvernig lítur náunginn og hvernig horfir hann á mig. Hvernig upplifir hann á mig. Men fólk er að hugsa mikið hvernig aðrir eru að spá í þér. Þú átt einmitt að koma þeirri hugsun af þér. Þetta er ekki að spá í þér. Það skemmir svo fyrir þér. Það skemmir fyrir okkur. Það hamlar okkur í því sem þeirri stefnu sem við viljum taka í. Og þetta er það sem við kallum í sálfræðinni hugsanavillur. Og þetta eru svona órökréttar hugsanir sem við ákveðum bara einmitt hugsanalestur. Hvað finnst öðrum okkur og við spáum í framtíðina og ekki byggum þetta neinum rökum. Nei, og við gerum öll svekum um þetta. Og það sem mér finnst mikilvægast er bara að fólk finni sína línu. Hvað hentar mér, hvernig hentar mér að borða, það þarf ekki að vera eftir einhverju kerfi eða eftir einhverjum fyrirfram ákveðnum matseðlum eða bara finna sína línu og finna þetta jafnvægi. Hvað finnst mér gott að borða, hvað þarf mig til að pikka, get ég einhvern veginn fletta það inn í mitt, þú veist, mataræði og einmitt, ef þú ætlar að léttast, þá heldur þér innan einhverjum ákveðnum kaloríuramma, tekur mælingar, er ég að léttast, er eitthvað að gerast, er ég að missa sentimetra og svo líka bara snýst þetta að vera bara heilbrigður. Það snýst ekki alltaf að vera að grenna sig alveg fram í hið óendanlega. Að njóta þess að fara og hreyfa sig af því við getum það og við erum með báða fætur jafn langa og bara njóta þess að geta brúkað líkamann til góðra verka og njóta þess að borða góðan mat sem að nærir okkur og gefur okkur góð vítamín og steinefni og allt saman en svo leyfa sér bara vel til sveiturinn á veginn. Ragga, takk æðislega fyrir að leyfa mér að koma og hitta þig. Takk fyrir bara að vilja hitta þig. Herðu, takk fyrir að fylgjast með okkur. Ef það veist. Já, eitt svona hérna. Við erum öll með okkar. Þetta er Ragnhildur Þórðardóttur. Og hún er rosalega vinsæl eins og þið sjáið, það símir hringir mjög oft hjá henni.